Karin Fong er fædd 1971. Hún er fædd í Kaliforníu og útskrifast frá Yale háskóla sem grafískur hönnuður. Hún á og rekur fyrirtæki Imaginary Forces sem er bæði í Los Angeles og New York. Hún er mikið á ferðinni en býr sjálf í New York þar sem vinna 15 manns en 40 í Los Angeles. Þetta er titlasena við myndina The Cat in the Hat eftir samnefndri barnabók Dr. Seuss sem kom út hér á landi fyrst árið 1957 og kallaðist Kötturinn með höttinn. Myndin var gerð 1987. Fyrsta hugmynd Karin Fong að titlasenu var mikilfengleg, alveg í takt við umgjörð myndarinnar. Sérstakt þorp var byggt þar sem myndin var tekin upp. Þegar sú hugmynd féll í grýttan jarðveg ákvað hún að ganga út frá bókinni. Litirnir eru þeir sömu og hún reynir að gera sér í hugarlynd hvaða persónur voru í uppáhaldi hjá lesandanum. Reynir að skapa notalega stemningu eins og þegar við tökum bók í hönd og lesum fyrir börnin okkar áður en þau fara að sofa. Hér er Karin Fong einmitt að segja okkur sögu. Hún tengir á milli bókarinnar og myndarinnar. Tónlistin þarf að passa við og undirstrika stemninguna og eftirvæntingu. Storyboard og letur skipa stóran sess í allri vinnu Fong. Hún býr oft til myndir úr bókstöfum. Letur og myndir eru hennar ær og kýr. Titlasenan er ekki sýnd hér í fullri lengd. Dead Man on Campus er grínmynd og fjallar félagana Joss og Cooper í Dillman háskóla sem hafa slegist slöku við í náminu og eiga enga framtíð þar. Þeir reyna að finna fórnarlamb sem er slæmt á taugum og í sjálfsmorðshugleiðingum til að flytja inn til þeirra þegar þeir hafa nefnilega komist á snoðir reglu sem Dillman háskóli hefur sett sér. Að ef herbergisfélagi einhvers fremur sjálfsvíg þá fær félagi hans hæstu einkunn í öllum fögum þó engin innistæði sé fyrir hendi. Það er sárabót fyrir því andlega álagi sem því fylgir. Myndin gengur út á þetta, að finna fórnarlamb sem hægt er að ögra til að framkvæma sjálfsvíg og Fong lætur titlasenuna vera leiðbeiningar hvernig megi koma þessi framkvæmd með ýmsum aðferðum. Þarna leikur hún sér enn og aftur með letur og setur nöfnin á leikendum og öllum þeim sem koma að myndinni inn í bæklingin sjálfsmorðsaðferðir. Titlasenan er hröð í takt við myndina. Hér er titlasenan í styttri útgáfu. Þetta er mjög vel gert og passar vel við kvikmyndina, en ekki við neina mynd aðra. En það er einmitt galdurinn. What was that very first trip like, though, under the experimental conditions? It was on a ward, on a nut house ward. You'd go in, a little room, there'd be a bed, and a stand with some water on it, and a tape recorder, and nothing else. Ken Casey rithöfundur fór í fræga rútuferð með vinum sínum á skrautlega máluðum gulum skólabíl yfir þver Bandaríki 1964. Frá Kaliforníu til New York í leit að svölum stað. Hann ætlaði að búa til heimildamyndu ferðina og magnaða og byltingakennda framtíð sem biði þeirra. Hann útbjó sig með flottar græjur enda mikill græjukall og tók upp á margar filmur. Heimildamyndin var aldrei gerð en það var til nóg af efni sem Alex Gibney ákvað að fara í gegnum og úrval Magic Trip Ken Casey og félaga að leita að svölum stað, en sátu fastir í vímu í gula skólabílnum. Gibney hafði samband við Fong að búa til titlasenu. Myndin var frumsýnd 2011. Á þessum tíma var ríkisstjórn Bandaríkjanna eða CIA að rannsaka og mæla áhrif ofskynjunarlyfsins, LSD og fleiri eiturlyfja á fólk. Casey bauð sig fram í þessar tilraunir sem gerðar voru á sjúkrahúsi sem hann vann síðar á. Þessa reynslu notaði hann að einhverju leyti í söguna sína Gaukshreiðrið. Segulbandsupptökur af þessum prófum fundust í dótun hans og ákvað Fong í samræmi við Alex Gibney að nota þær í titlasenuna. Hún fann gamalt sjúkrahús til að taka upp í, stúderaði letrið sem notað var á þessum tíma og hvernig rithönd Casey var, en hann var listfengur, teiknaði og skrifaði vel. Hún kynnti sér hvernig málaralistin var á þessum tíma,
hvernig aðferðir málarar notuðu og litirnir sem voru ríkjandi. Á segulbandinu má heyra rödd Casey og hjúkrunarkonunnar en raddirnar eru óskýrar því ákvað Fong að skrifa upp það sem sagt var. Hún textar myndina. Fong segir okkur í þessari titlasenu mjög áhugaverða sögu sem brú yfir í kvikmyndina. Hún notar þarna letur, leik, myndir, hreyfimyndir og fleira. I felt like it was like discovering a hole that went into the center of the earth and you could see jewelry down there and you wanted your people to go down and enjoy it. Svona byrjaði Fong. Útskriftarverkefni hennar var gagnvirk stafabók þar sem ýtt var á einn staf og hann leiddi þig á orð sem byrjaði á sama staf. Hér mjög skemmtilegt dæmi stafinn Ó. Olive.